þá ennþá umræða hjá mér einkunnarregluna, en það ofboðslega þægilegt að nota einkunnarregluna til að halda utan allar einkunnirnar og þá fer miklu minni tími í lok námskeiðs í að reikna hver á að vera lokaeinkunn nemenda. Ein leið til þess að hjálpa sér að nota, ef það eru lágmarkseinkunn fyrir einhverja þætti í matinu, til dæmis ef það lokapróf eða eitthvað sem gildir eitthvað x mikið og nemendur verða að ná því, að þá skráir maður það inn. Sjáu, hér ég með lokapróf, eða sérst einhvern sem ekki má vera lægri heldur þetta skýrsluskil og ég vil fá 4,5, að þau fara ekki undir 4,5 í því. Og hér til hliðar sjá, þá stendur lágmarkseinkunn, þannig að þegar ég búin að skrá þetta allt inn í einkunnarregluna, þá fer ég í pennan á það atriði sem ég vil hafa lágmarkseinkunnina, smetla á hann og hér get ég sett inn einkunn. Og það verður að vera punktur, sérst ef þetta hérna, ef þetta kommutala og svo vista ég og þá þetta komið inn. Það sem gerist núna að þegar við útreikningin, þegar þetta reiknast allt saman, að þá þetta, ef við komandi fær undir 4,5, þá það einkunnin sem verður á lokaprófinu, nema ég breyti því. Þannig ef ég færi mig í þessu tilfelli yfir í að sjá hvernig einkunnirnar líta út hjá nemendum, fer yfir í einkunnar yfirlitið. Og þar ég hérna með nemenda sem hefur ekki náð þessum tilskildu einkunn, lágmarkseinkunn, og hún með, eða þessi nemandi með 0,7 fyrir skýrslugerðina. Þannig að það sem kæmi út hér í lokaeinkunn 0,7 eða 1 í þessu tilfelli, að hún hækkar það náttúrulega upp í næsta fyrir ofan. Hún hins vegar búin að skila, nemandinn búin að skila mjög góðu verkefni fram að þessu, þannig að ég hækka það upp í 4 og læt það standa, en þá það fallsamt sem áður, að því lágmarkseinkunnin var 4. Ég hins vegar verið að læsa þessari tölu þegar ég set hann inn, að því annars les inn að það yfir það aftur með einkunn 1 sem hérna stóð fyrir. Þannig að það áríðandi að láta ef þið vilji breyta einkunninni sem að kemur út úr þessu, að því lágmarkseinkunnin, að það það sem ræður, það sem stendur þá í einkunn lokaprófs, það getur vel verið þið vilji láta það standa, eða þá að breyta því og læsa þá einkunn í lokin.